Aron Birnir komið til okkar, gaman að sjá þig. Sömuleiðis, takk fyrir að fá mig. Þú gæti verið sko yngsti viðmælandi hlaðafrétta ever. Já. Já, ég held það, það ekki fannar það? Það huge. Ég 19. Hann 19. Að verða á 20, sant. Þú fættir þá 2006. 6, já. Afmæli desember. Hvernig er að vera tvítur í dag? Er það ekki erfitt? Samfélagsmiðlar og Nei, það er bara geðveikt sko. Það er bara geðveikt. Þegar við erum allast upp, þá er ekki samfélagsmiðlar til. Já, ég veit. En ég hugsa oft þína kynslóð. Þú þekki lífið ekkert öðruvísi en það er bara til Facebook. Ég náttúrulega ekki Facebook. Nei, ok, þú veist hvað er að fara. Já, ég þekki ekki öðruvísi þannig. Facebook var samt ekki til þegar hann fættist. Nei, en þegar hann fór að hafa vit í kollinum, þá var Facebook bara fyrir fram að þig. Er ekki rétt? Jú, það er rétt. En hver er þá svona fyrsti miðillin sem þú ferð inn á? Instagram var fyrsti miðillin. Já, á undan Facebook? Eða þú ert ekkert á Facebook kannski? Nei, ég nota ekkert Facebook nefnum bara eitthvað vinnu-chat sko. Það var að tala sko, þína kynslóð sem týndu kynslóðuna. Því að foreldrar þínir höfðu ekki vitað að taka þetta að þér. Takk. Samfélagsmiðla. Já. Skilju, þið bara hlöpuð frjáls og bara fóru inn á YouTube og allt þetta drast og bara voru að gera eitthvað. Er það ekki? Er það svona slæm? Nei, alls ekki slæm. En nú er að tala að banna þetta bara í skólum og bara að fólk fáið ekki bara fyrir 16 ára. Þetta var bannað í skólunum mínum sko. Þegar ég var í 10. bekk að banna síma. Þá var það væntanlega skólinn sem bara ákvað það. Já. En hefur einhver skoðun á þessu? Þannig nú er við ung börn sko og þetta er bara að henda þeim á YouTube og leifa þeim að horfa á þetta sko. Er það? Já, ok, kannski ég þurfa að byrja að tala svona eins og einhver YouTubers þá með ég taka þetta þeim. Já, en ég hræðist oft sko að þau fari óvart inn á okkar vídeo sem ég var alls ekki að sjá. Já, læraði bara því. Já, það kemur að því. Þú veist, ég var alveg ég er ekki sammálaður en ég er áhugasamur að heyra hvað þér finnst. Ég var alveg sko í öðrum bekk eða eitthvað þegar ég fór inn á YouTube með vinum mínum og ég ætlaði að fara að reyna að finna eitthvað XXX Rottweiler hundalag og skrifa bara XXX og þeim vissi ekki hvernig ég ætti að skrifa Rottweiler og sást eitthvað sem þú ættir ekki að sjá. Það gerist. Við náttúrulega, ég man alveg sjálfur eftir því þegar bara interneti var að byrja 96-7. Benni, þú kannski mannstu það líka eins og þú náttúrulega mannstu ekki eftir þessu að þá var heimasíða sem heitir Rotten og skrifar bara rotten.com og eina sem var inn á þessu heimasíðu var bara einhver viðbjóður bara svona ekstrím viðbjóður Þannig erum við bara 9 ára sko. Og eigum alls ekki að horfa á þetta en þetta var náttúrulega hræðilegum gæðum en þá var eitthvað spennandi að fara og skoða þetta. En þú veist, var þetta klám? Þetta var bara allt milli himins. Þetta er meira svona morð og pyntingar og var það ekki? Jú. Afhöfðanir og eitthvað suppudrast sko. Spatt sem var búið að setja inn í opn. Það var bara eitthvað svona rugl. En ég hugsaði stundum bara þegar maður tjekka á þessu að þetta hefur allt verið svolítið fake. Já, og örglega eitthvað þessu. Já, til að sjokkera sko. En mér er bara áhugavert að því að núna er umræðan bara á okkar kynslóð talar mikið um þetta. Bara, skjátíma og hvað er þið gömul börn? 9, 7 og 1. 1, 3, 6. Og hvernig eru þið að alda upp? Ég er harður á skjátímanu sko. Það er engin skjátími í raun og veru, það er bara sjónvarp. Hann lígur því, ég hef nú alveg síðan spila FIFA og fá síma í hendunar. Já, en í grunninn spila FIFA er nú hvað er skjátími? Ég myndi segja að FIFA verið heiðarlegt. Já, FIFA má. Það er allt í góða sko. En nú erum við útilegu, það var engin skjátími. Nei. Var eitthvað skjátími? Ég man ekki eftir neinum skjátíma. Nei, sorry Maron, hvað erum að drepa á leiðindum? Þetta er bara ofalega í mínum huga. Fóruð þið saman í útilegu? Já, fóruð saman í útilegu. Erstu útilegu strákur? Nei. Fórstu aldrei útilegu sem barn einu sinni? Ég fór kannski 2 ára einu sinni eða eitthvað. Ég veit ekki. Pappi var ekkert mikið fyrir að gista ykkur svona tjaldi. Og veist hvað pappa hans er? Pappi minn var líka þannig. Og veist hvað pappa hans er? Nei, ég veit ekki. Reynir Leós? Já. Svo segi ég eitthvað svona nafn og hann veit ekkert. En í sínunum minn þá er hann með þetta hreinu sko. Sorry Maron. Já, fylgist ekki með fótbolta? Nei, ég vissi ekki eins og Pétur Martins, hann var hérna hjá okkur daginn. Hann hafi verið í fótbolta? Ég vissi ekki. Nei. Kannast ekki þennan? Nei. Já. Sorry. Þú greinlega fylgist með fótbolta? Já, þetta er kóngurinn, pappin er kóngurinn sko. Hvað afrek hann ekki þannig sé mikil afrek í fótbolta sko. Hann bara vann Íslandsmeistaratitilinn og var atvinnumaður í fótbolta í smá tíma Það er nú afrek. En fluttið þú með hann þá sem krakki út til útlanda? Nei, ég var búinn til í útlandum
All right. og hann kom heim Hvaða útlandi? Svíþjóð. Það er næst að það verið Ameríka eitthvað, það verið með vísa sko. Já, það var ekki En varstu þá ekki lengi í útlöndum með honum? Ég bjó ekkert í útlöndum. Þetta bara, Bara þau fluttu heim hann að 3 dögum eftir ég fættist. Mamma mátti ekki einu sinni að fara í flug sko. Það var það ólétt. Já, hún verður ólétt í Svíþjóð Já. og eignast þig á Íslandi. Já. En fyrir það sem er að hlusta, þá ert þú Maron Birnir tónlistarmaður. Já. Þetta er svolítið skemmtilegt sko að því að þú ert alveg hefi frægur hjá svona unglingum og ungu fólki. Já. En svo ertu alveg laus við það held ég 30 hjá plus. eldra fólki. Já, er það ekki? Já, ég held að það sé samt að vera meira og meira núna. Smá, þú gafst út lag með Frikka Já. sem er mjög ofalega núna, mjög vinsælt lag. Já. Það er smá að gefa þér Það er tekið inn í önnu bóks sem að ég var ekki að tekið inn í. Nei. Kannski mömmunar og annað eitthvað. Þú veist, ég sé það líka, ég er fyrst skipti komið með svona mikið af svona monthly listeners. Já. Ég er kannski búin að ná öllum hópnum sem að skilur gammal ég og yngri. Já, Já, bara svo fyndið að, þú veist, eins og bara þið voru að spila, er það ekki á 7. júní eða eitthvað? Jú. Og það er bara trillingur í kringum ykkur. Já. Og þú veist, og svo er maður að labba með kannski bara með börnin sín og mömmu sín og þau veit ekkert hvað er í gangi hana. Hvað drengir er þetta? Já, veist, mér finnst þetta svona eldra fólk er ekkert tapt inn, sko. Þau veit ekkert, þau haldur örugglega ennþá að ég ætla ekki að vera. Jú, segðu það bara. Bring it on. Þau haldur örugglega ennþá Patrik Atlason sem nummer 1 á, Já, eins og fyrirtæki er ennþá að bóka bara eitthvað sem var poppin fyrir 2 árum, sko. Kannski eftir 2 ár, þá fattaði hverju. Já, eftir á hugsun, já. Mjög eftir á, sko. Já, en þetta er svolítið skemmtileg pæling, sko, því að þið eruð ekki rosalega vinsælir til dæmis og þú svona í menntaskóla böllum og... Jú, ef ég segði sjálf frá, þá, jú. Já. Þú ert meira í því, heldur en kannski, ég veit það ekki, æskæs strákarnir, þú veist, þeir eru ekkert mikið á menntaskóla böllum eða eitthvað? Nei, þeir náttúrulega, það er enginn að fara, þeir myndi aldrei, að myndi reyna að bóka það, þeir myndi aldrei fara á menntaskóla böllum. Nei. En þeir eru alltaf dýrir fyrir það. En þú veist, Aron Kahn og Herra Nilsson spila alveg eitthvað á menntaskólaböllum. En þú veist, miklu minna og það þurfa miklu minna, skilur við. Ég skil, nei, já, ég væri til að spila lag með þér hérna, en þá er þetta podcast bannað. Já. Það má ekki. Þannig að farið bara inn á Spotify og skrifið Maron Birnir og hlustið á lögin hans. Hvað er aldurshópurinn sem hann hlustar á ykkur? Sjáu það? Já, svona stærsta kakan er 25 til 45. Okay. En svo er alveg yngri líka og ég var hvað var ég um daginn einhvers að labba og þá kom að mér 7 ára strákur sem hlustar á það. Ég var svona, já, er það? Átt að vera að gera það. Já. En jú, það er kannski bara gott hjá hann. En það sem við erum að meina líka bara með þessum menntaskólaböllum að því að þegar ég er í grunnskóla, bara í 9. bekk og 8. bekk, þá nýtönska spila, stuðmenn og sálin á böllum. Já. Og svo líka inn í menntaskóla. Já. Það voru hljómsveitir, já. Já, það er meira svona hljómsveitatengt. Er ekkert það núna? Jú, ég held að sé alveg að koma smá aftur inn, sko. Já. En hvaða tónlistamenn voru að spila þegar þú varst? Þegar ég var á böllum, þá var bara Aron Kahn og Herra Nilsson og Daniel og... Já. Ekkert eldra. Það var rosalega mikið, það var bara rosalega mikið rappmenning, sko. Eru við og Frikki og Jón, eru við gamli kallar í þínum ögum? Allt í lagi, segð það bara. Benni mjög upptekinn að þessu, sko. Nei, ekkert endilega. Mér leiðir þess að þið séu þessu ungir út að ég náttúrulega ólst upp bara við að horfa á... Já, ok. En þá ættu við að vera gamlir ef þú ólst upp við þetta. Já, reyndar. Þá er bara spurningin. Hvað er þið gamlir? Hvað er að vera gamall? Hvað giskaðu? 30 eitthvað. Já, rétt. Þeir eru yngri en Kristofur Sturla. Já, miklu yngri. Hann var að útskrifast úr menntaskóla þegar við vorum að byrja. Ok, þá ert þú 37-6. Já, eitthvað sem. Og þú, gamall. Já, en hvernig byrjar tónlistar áhugin? Af hverju fer að gefa út lög? Það var út af bara einhverjum áfanga í Árbæðaskóla sem að Kristofur Sturla var með. Ok. Við erum náttúrulega hljómsveit, þið eru glæðið vitið. Eða vitið? Já. Tónhils hljómsveitin? Já, Tónhils Akademía. Já. En svo ert þú bara Maron Birnir líka? Já, ég líka bara Maron Birnir. Og Kristofur Sturla var með einhvern áfanga í 8. bekk sem hétt eitthvað lagasmiði áfanga. Og við allir strákanir sem erum í Tónhils Akademíu skráðum okkur í þann áfanga. Og svo akkurat árið seinna stofnaði hann Tónhils og leyfði okkur eitthvað að fara
Fikta í ykkur hérna og svo hélt hann eitthvað námskeið og mér fannst við svo lélegri að gera tónlist þannig ég nefndi ekki að mæta þessu námskeið og ég var alveg bara nefndi ekki neitt og svo horfði ég á Wu-Tang Clan þættina og mér finnst svo nett konsept það var engin rap hljómsveit þannig séð á Íslandi þannig ég pitchaði að við myndum vera einhver rap hljómsveit og þá byrjaði ég aftur í tónlist þannig að það var eiginlega Wu-Tang Clan þættinir sem að byggu það til, þennan áhuga En þetta var aldrei í æsku, einhver svona draumur ég ætla að vera tónlistarmaður Var það fótboltamaður? Fótbolta, já Þú varst ekkert að læra píanó sem krakki eða fiðlu eða eitthvað svona Nei, okay. Ég kann ekki á nein hljóðfæri sko. Aldrei á seint? Það er aldrei á seint? Nei, Nei, ég myndi ekki það að þóla með henni En hvernig semur þá? Ég er með pródser sem að gera takt fyrir mig og svo sem ég bara texta sjálfur sko. Já Þetta nota mikið voice til að taka upp eitthvað Já, herru Þegar við heyrt frikalæði Já Ég er með hérna Voice sem bjóð það lag til? Bjóð það lag til 13. ágúst 2025 New recording Hugsa skýrt Já, má heyra Sýndu mér hvernig það að elska og engan annan Gæður Það kemur eitt smá hérna droppið Þetta fyrir 1 ára síðan Og þarna ertu bara, heyrðu, ég er búinn að finna þetta Já, ég líka gerði þetta lag og ég hugsaði strax ég ætla að fá Frikka á þetta Ég ætla að fá hann á þetta lag saman hvað tekur og ég sendi á hann örugglega svona 1000 skilabóð Já, ég sendi á hann allt oft sko. Kynnti mig sjálf, hann kom með eitthvað rosa kynningu og hann eitthvað, já, geggja og endilega sendi mér lag og svo sendi ég hann lag og hann sínaði það og svo sendi ég umbásmannar og umbásmannar sagði mér heyri honum og hann sínaði aftur og hann leit maður Krista Sturla ringja hann og bóta sig hann Já, það er þrjusu lag Já Gaman líka hérna mætast 2 kynslóðar á tónlistamönnum Já Er hann svona fyrirmyndin? Eða? Já, hann er svo flottur maður Svo sá hann að tónlistamennir okkar Góðu maður líka Já, bara svo góðu gaur Já, algjörlega Topp maður Já Við þekkjum samt svona the dark side of Hafið séð hlutina sem að sem ég ekkert að vera til neinstæðar sko. Já, er ekki allir með the dark side Jú. Hann er mennskur Ég er að djóka Er hann? Já, hann er það sko En sko, þú sagðir hérna þegar þú komst inn í stúdíu að þú væri svolítið í skák Já Og spurðir mig Hvað spurðir mig? Hvað elostíð þetta er? Þú segir að þú væri í skák og vissi svo ekki hvað elostíð voru Ég vissi ekki, ég er alltaf teflaði son minn sem er 6 ára og hann hefur aldrei nefnt elostíð Hann er kannski aðeins og ungur fyrir það Það er inn á chess.com, ég mæli með að Já, ég er bara í the real thing bara á skákborði sko. Já Þú skákar líka á netinu eða ekki? Jú, chess.com Já, það er aðaldæm og þar færði þessa forgjöf og það hækkar í stigum eftir því sem verður betri Já Og er það mjög nákvæmt ef þú ert bara með 2000 og ég með 1000 að það var alla líkur að þú vinnir mig Já Og þetta kemur bara út til að spila mikið bara því meiri sem spilar því betri verður Já, ég er bara búin að vera örugglega average svona 5 klukkutíma á dag í þessu sko Í alvöru? Já Vá Það er alveg alltaf mikið sko Og hvað er það við skákina sem er svona ávinna bindandi? Ég veit ekki, það er bara það er svo leiðalt að tapa í skák Já, ok Og það er ekkert eðlilega leiðalt að tapa og svo er maður bara eitthvað að vera betri og betri með deginum og fatta nýja taktíkar og eitthvað Hefur þú séð Magnús Carlsen labba eða? Já Ég veit ekki hvort einhverju sjá þetta sko en þetta er svona ákveðin Hann labbar eins og hann er búin að æfa skák í 30 ár Já, ég veit ekki, þetta er eins og þegar þú ert að keppi göngu Náttúrulega þjálfari minn sko, ég er í engatími á Vigni Vatnar Veit þið hver það er? Já Hann vann Magnús Carlsen Það er rosalegt Hvað minnur hann vann hann? Í online Vann hann í skák Hæ? Já Hefur hann tapað Magnús eða? Já, hann hefur væntanlega tapað okay. En hann vann hann, er það ekki í einhverju svona online? Hann vann hann í online móti Já En hann vann hann allavega Var þá ekki Magnús bara eitthvað fullur eða eitthvað? Eða, þú veist? Þetta var, geti alveg verið en hann vann samt, þetta er eins og að vinna Messi Já, þetta er rosalega Já, við erum í búið í Hattrætti Háskólans og milljónaveltan, já, það er í grunninn pottur sem stækkar og stækkar þá getur einhver vinnur, til dæmis ef það er 15 milljónir pottur núna, engi vinnur, þá verður það 30 milljónir næst
Svo bara bam, 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 bam. Gæti verið 180 milljónir lok árs. Svo líka miklu meir líkur að vinna í þessu lotto en öllum öðrum. Við erum líka búið Two Guys og það eru hambúrgarar, smashborgarar, djúvill eru góðir og ég nú líka rósa bara sósunum sem eru með frönskunum og hambúrgarunum. Það er svona hvít sósa, það er ekki svona hvítlaussósa eða? Það góða líka við Two Guys, ef þú pantar matinn heimtíðin, þá er hann samt góður, sko. Oft er það þannig með hambúrgar að þú pantar á heim, með Two Guys, alltaf góður. Hvetið ykkur til að smakka mjúkísinn, fá okkur boxið með þessum mjúkíspinnum í alls konar bröð, stemning og stuð. Þetta er nefnilega ekki, þú veist, þetta er svona hæfilegt magna ís. Við erum í bóði Dominos og mín go-to pizza þessa vikuna er klálega hot honey. Mín er hvítlaugur.is. Var ekki svo á einhverju stóru móti einhver sem vann hann sem var miklu lélegri en hann og þá kom upp kenningar að hann hafi verið með dildó í raskatinu? Jú, nei, hann var með rassapíp. Já, og fengið svona og þá var hann ekki að gera eitthvað. Og náttúrulega hann að Ságaur er góðu vinur hans, hann að Vignis, Já. sem að vera ákjærn Já. Hvað heldur það er til þættir þetta á Netflix, Já, Untold. Akkurat. Ságaur á veist bara að hafa, veist, var ekkit, er bara hann for ríkur eftir þetta sko. Hann kærði, alltaf hótaði kæra hann að Magnús og Chess.com og þeir bara settilegu fyrir einhvern ruglpening svo þau myndi ekki kæra hann sko. Shit. En er Magnús Carlsen ríkur eða? Já, mjög ríkur. Bara ógeðslega ríkur að það verið skák. Ég held að það voru, þú veist, 30 miljón Á ég að tjekka dollara. Já, það er slætt af peningum þar. Hann er mjög ríkur. Já, það er einhverju miljardar. Hann lítur að fá fullt af pening fyrir að vinna heimsmeistara móti skák og Svo hann er bara með sponsor og hann er mjög frægur náttúrulega. Þið spila ekki skák, þau veitir hver hann er. Já, einmitt. Er hann ekki bara talin besti skákmaður of all time? Hann er, jú. Betur en þessi gömlu... Kasparov og Fischer eða? Já, ég held hann sem Hann er betur en þeir. metinn 25 milljónir bandaríkjadala. Já. Hann er tapað 5 aðeins þar. Hann er fara okkar spending spree. En svo í tónlistinni fyrir þig núna, þú ert að spila víða. Þú veist, þér voru á landsmóti hestamann um daginn og... Já, það var reyndar, Ok. Já, erfitt grátt kannski. Já, en það er mikilvægt að taka þessi gig líka. Já. Við minnum alveg eftir Frikadór bara hann einn eitthvað með gítarinn fyrir framan miðaröðina á einhvern Breiðabliksleik. Enginn að hlusta á hann. Nei. Þannig að þú veist. Já, svo tók hann líka einhver sessjón sko, einhver svona í Keflavík að trúbadóra að syngja lífið er yndislegt og eitthvað. Það er nú bara fyrsta. Já, en hann Og eru þið tók þetta. gamlir vinnur hans, já? Já, eða þú veist, síðan í Versló. Já, voruð þið með honum í... Já, við vorum bara samhliða í gegnum menntaskóla. Já. Þannig að þið vantar, ef þú vilt að hann gera annarlega með þér, Já, þá heilt í okkur sko. Ekki Kristulla. Nei, komðu beint til okkar. Nei, ég segja það, þú veist, hérna, já, nú ert þú svona að byrja, þú veist, í þessu, þannig séð, þú veist. Áttu eitthvað svona eftirminnilegt mjög erfitt gig. Já. Það sem enginn er að hlusta, eða eitthvað. Það hefur oft gæst. Ok. En komdu með einhver svona minningu af einhver svona extreme? Ég var einu sinni að spila fyrir fram svona ég með 2. Okay. Ég var að spila grunnskólaballi og það voru ekkert það margir hana og það var einn gaur sem var allan tíman og við mennum að spila 20 myndir sem var fokkaði með allan tíman. Hvað leiðindur það? Já, ég stóð, Svona bara? hann var bara svona allan tíman. Og hvað er, fyndið, já, smá fyndið, ok. Já, og svo líka ekkert mann spilaði ég á einhverju úti fjölskylduhátíð í Kópavogi þar sem að voru svona 10 manns, það var skítkallt á þessari útihátíð, það var svona 5 gráður og það voru svona 5 krakkar sem voru að leika sér Allan tíman og voru ekkert að pæla í mér. Og svo líka þetta úrlingalandsmót hestamanna, það voru svona 20 krakkar og þeir voru bara í gannislega allan tíma sko. Já, þetta er svolítið, þetta loðir við þessi útimót sko. Ég held að sé erfitt að gigga á þeim sko. Þetta er eins og bara Frikki sagði, eins og þetta maður ársins og... Já. Það er rétt. En þeir eru að spila á þjóðhátíð. Já. Já, það er rétt. Nei, það er búið að tilkynna. Ég má segja þetta? Já, má segja það. Ok, en þið ekki spennt fyrir því, eða þið? Jú, við spilum hann í fyrra líka. Geðvitt. Þetta er bara skemmtilegt sem ég gert, eins og maður segir. Það er sungið með eitthvað, aðeins allavega. Já, það er gýr sko. Það er líka hana svo steikt með tónlist að það er hver einasta tónlistamæður er kannski að gigga okkur risa giggum og svo tekur hann eitthvað gigg sem að er bara eitthvað tíma sá. Og það er allir tónlistamenn á Íslandi. Ég veit það, það er bara svolítið þannig. Það er engin of stór þannig séð á litla Íslandi til þess að
ekki vera að taka sér gig sko. En er ekki læri maður ekki líka bara á þessu að Jú. taka erfiðu giggin Jú, mann er á þessu ég man að Ari Eldjárn átti þetta til að gigga vera með stand-up bara fyrir 3 skilur, eða eitthvað á einhverju veitingastað skilur svona erfiðar aðstæður en lærir bótt mikið að þessu Já, En ef fólk vil bóka þig, hvað gerir það? maður bara sendir á bókanir og kæðsla langt gemil maron.birnir.reynis @tónilurBókanir.is Já, ef fólk finnir bara út af því Já, senda með Instagram eða Já, það er flott maður. En er eitthvað svona annað en tónlistin sem út að sko brasi Já, ég er að vinna líka Nú, 100% vinnu við í bara Reykjadal Já, Vel gert Já, það er gott það er þroskandi já, það er ekkert eðla þorskandi sko. Bara mjög gaman líka sko. En ég er að fara svona, ég er ekki í Reykjadal sem er í Mosó, ég er fyrir þetta land í 4 daga í svona sömbúður fyrir fallara einmitt Og svo farið frí á móti í 5 daga Já, og er í 10 daga frí núna og Sefur út og já, þess vegna var erfitt að vakna klokkan 11 á með þetta Ertu B-típa Já, og alltaf verið? já, en ég get alveg vakna snemma en mér er best bara að hafa enga vikara klukku og Og bara sofa bara sofa En ertu að vaka fram eftir og Já. snáðast eitthvað á chess.com og eitthvað svona Ég var til dæmis Anna í gær bara á chess.com til svona 4 nótt sko. Shit. Vá, en ertu eitthvað að betta í þessu, peninga upp að þér? Nei, það er ekki hægt held ég. Nei, Benni Ég er bara að hugsa hvort ég muni fíla þetta eða væri svona einhver peninga upp að þér í þessu Eru þið miklu bettarar? Ég er bara Nei, eins lítill bettari og verður sko. Ég líka, það er náttúrulega allir vinir mínir eru bettarar Já, þetta er einhver bylting Hún kom samt alveg fyrir löngu sko. Já, en þetta er svo mikið núna Það er allir, ég held ég hafi ekki hort á leik með vinir mínum og þeir eru ekki með seðil eins og núna á HM og svona Já, við erum í einhverjum grúpu Já, ekki eins og aðgang að betti sko. Já, ég er stoltur að Það er góð fíkn sem að, nei það er fíkn sem að ég er stoltur að vera ekki með Já, ég tekum það ekki detti það sko Hver er fíknin hans Marons? Það er nikotín Já, Já, og nammi nammi Já, Þá er- þetta gúfa vel á kvöldin á nammi Já, ég er algjör nammi grís sko. Ég á einhvers þar hérna Nóa Kropp hérna nýja hana Þannig að pop Er það að tala um þetta sem fyrir aftan okkur? eða? Bíó Nei, það er ekki náttúrulega Við kláraðum þetta í gær Það er hann að fyrir baki Fáða þér, látt hann á nami Nei, ég Hér er nú fullt af bara nammi. morgumat sko. Hentu síðan Það er eitt sem ég sko Ég elska allt nammi og allt nammi frá Nóa Sirius Já, Mér eftir rúsínur alltaf svo erfiðar eitthvað En ég skil alveg að fólk fíla það sko En Já, ég er ekki ég er mikið sammála rúsínu þér. kall sko ég er bara ekki Sorry En ég er ekki mikill súkulega kall Nei, ertu meiri gúmmimaður eða? Já, súrtnami kall Herru, þá erum við að tala saman Ég elska súrnami Það eru þá trítlarnir En sterka brjóssika og svona, finnst þið það gott? Ekki mér allir Þetta var alltaf þegar maður krakki og skiptist krakkar í að fíla stertnami eða svona Já, súrt sætt og súrt sko. Já. Hann upplifir náttúrulega ekki svona sjoppur og láta vel í boka fyrir sig sko Jú, ég upplýði En það? Skalli í römba Já, Já, kannski, já, en svona grænubókarnir Nei, Það veist, ég veit ekki Jú, hvað grænir svona plastbókar Og það verður að velja fyrir Herru, Já, mér verður þetta 5 krónur, 10 krónur Já, já það var í skalla Það var ekki 5 krónur, það voru 100 eða 200 Er ég alltaf að blanda póka fyrir 200? Það var nú ekki mikið þá Svo að maður þekkt einhvern sem var að vinna í sjoppinu og fekk maður bara tróðfullan bóka sko. Já Ég man því systir vinna mín sem var að Ég vinna var í svona sjoppinu rétt eftir Ég var svona Náðu rétt svo upplifa Já, svo varstu bara fórst í Svona nammi rétt svo. barinn var það komin bara Já, svo- ég hafði köp Já, En hvað myndi svona einkenna eins og þína barnarsku eða er ekki heimildamynd þig þegar þú varst 12 ára Það er bara fótbolti fótbolti en bara svona kynslóðin yfir höfuð ekki bara þú persónulega bara svona hvað var að gera svona í kringum ykkur svona Ég upplifi bara eitthvað að vera prakkarast og spila fótbolti sko já Ég var ekki mikið í skjá eða neitt þannig Ég var með skjátíma þegar ég var yngri sko ok mjög gott En hvað hverfi? Alltaf brjálaður út í mömmu og pappa sko og það Fortnite var þá og ég var með 12 tíma á Fortnite er gott sjátt það er svona þín Já, kynslóð Fortnite þá, ég kom sko, ég var 11 ára eða 12 ára þegar Fortnite byrjaði. kom. já það er góður leikur sko þetta var bara eins og, þú veist, í minningunum minni er þetta bara besta sem að hefur gerst bara hefur gæst
Þetta var bara skemmtilega sem ég gerði var að sæna mig online og spila Fortnite með vinum mínum. Ég tengi mjög við það sko. Ég var náttúrulega að spila Counter-Strike þegar ég var 12 ára og bara sama, við vinninni saman að spila fram á bara til 5 á nóttinni bara. Já, lana og eitthvað. Já, bara geðveikt gaman sko. Ég var alltaf líka að sníka mér í tölunar og mamma og pappi voru fyrir að sofa. En sko, ég held að foreldrar skilji ekki sko að þetta alveg sósíal líka. Já. Þú ert að spjalla við vinniðina. Já. En þetta getur spilað of mikið bara. Já, maður var alveg, en þú veist, ég þurfti eitthvað að vinna mér inn fyrir, ég þurfti að taka til í herberginu, ég þurfti að fara til fótbolta í nokkur klukkutíma og þá mætti ég að fara í Fortnite. En var tölvan mann tekin að þér? Aron, nú tek ég tölvuna. Nei, þau bara... Pabbi, nei, pabbi. Það var aldrei tekið tölvuna á mér. Ég var alveg stiltu krakki, sko, en ef að ég var að sníka mér í tölvuna þá var að skítrætti við pabba minna. En var það eitthvað svona moment, varst ekki fylki eða? Jú, ég var fylki. Er eitthvað svona, þú ert allar aðturum í fótbolta eða eitthvað? Já. Og svo bara svona áttarið, heyrðu, ég er ekki að fara að gera það. Já. Og var það bara eitthvað? Og þá bara hætti ég fótbolta eða, sko. Varstu þá ekki í A-liði eða? Jú, ég var alltaf í A-liði. Já. Ég var alltaf mjög góður í fótbolta, en fattaði bara einhvern veginn að ég hefði örugglega ekkert eitthvað að vera atvinnumæður í fótbolta. Að pabbiðin pyrraður og hættir? Nei, ég held það. Og þú veist, svona þarf ég ekki að hætta alveg strax. Ég held smá áfram og svo... Fyrir hann? Já, fyrir hann. En þegar maður hættir í fótbolta, eins og þú hættir eitthvað, nú er ég hættur. Mætur það bara aldrei á æfinga? Jú, ég er alveg búin að mæta nokkur sinnum á æfinga eftir þetta. Já, og hitta félagana og sparkibolta og svona. Já. En þú ekki... Má það? Já, bara að þú ert 19 ára, mæta á æfingu aftur? Já, ég eins og mætti daginn bara á æfingu á KVF. Já, hann er í Vesturbæ? Já. Og svo spilaði ég mér þess að annan leik, sko. Spilaði mér sem minn senasta fótboltaleik eftir að ég var hættur í einhverja 7 mánuði. Hvaða stöðu spilar þið? Djúpar á miðju. Djúpar á miðju. Finna mig í lappir, takk, sko. Er það eins og Cristiano Ronaldo er hann? Nei. Var hann að spyrja hvort að Cristiano Ronaldo var að spila djúpar á miðju? Já, ég veit svona lítið um fótbolta. Þetta ertu búin að missa miklu. Þegar ég horfði á Ronaldo í Manchester 2008, þá var hann minni með kantmaður. Já, minnstri kantmaður. Já, sko, ég veit þetta. Svo breytist hann í center. Center, já, það er ekki að sama að vera djúpar á miðju. Ertu ekki út úr mikið að spjöllum þá? Jó, nei, þú veist, besti vinnur minn þegar ég var lítill, var mikið í fótbolta og er bara nýhættur, Halldór Smári í Víking. Já. Besti vinurinn? Já, hvað? Þú har aldrei sagt að hans er besti vinurinn. Nei, ég sagði líka einn af bestu vinnum mínum. Þú sagði besti vinnum minn. Ok, einn af mörgum, við vorum bara svona vinahópur, fyrirgefðu, ég skal ranka þetta bara, hann var nummer 5 í þessum vinahóp. Ok, ánægð með það. Benni er mjög upptekinn að þessu, sko. Þar og hann var besti vinnur þinn? Nei, hann má ekki kalla einhvern svona besta eða kalla einhvern vin sinn, hann er félaginn, hann er kunningi. Já, það er svona pappi, ég sé svo oft, já, besti vinnur minn. Hvað marga bestu vinir áttu? Já, ég er að finna að við erum svolítið að tengja, sko. Fílum súrnami og bestu vinir og svona. En ég meina, þá átti ég vin sem var mikið í fótbolta og ég var ekki og eitthvað svona. En svo er vinahópurinn minn í dag, eða hóparnir, ekkert mikið að pæla í fótbolta, sko. Nei. Víkuverk, já, hjá Víkuverk færði til dæmis uppblásanlegu tjöldin sem ég og Benni og fjölskyldunar okkar höfum verið að ferðast úr landið á. Þetta er snildartjöld, tekur sko innan við 10 mínútur að koma þeim saman. Þeir eru hlý, þægileg, flott og yndisleg. Víkuverk, allt til ferðalagsins. Og þau grillið bara á Weber-grillunum. Við erum með svona ferða-Weber-grill og svo líka með Weber-grill bara stórt heima. Þetta eru æðisleg grill. Svo getur meira sem líka bara átt ferða-Weber-grill, haft það á svölunum og tekið það með þér. Það er nóg anskotið gott. Og svo erum að leifa sér aðeins á sumrin og gefa börnunum kókaböss í morgumatinn. Það er bara allt í góðu lagi. Orka í kókaböss. Svo er heimkaup viklir vinnur okkar og þar getur við pantað alls konar áfengi og ekki hvað gos, kók, hvað vantaði? Við getum þess að panta ísmóla. Og túli. Ormsson, já, hjá Ormsson færðu bestu þvottaðalarnar og bestu þurrkarna. Það er enda núna HM, sko. Það er svo gaman að halda með ykkur fótballliði og fara leik og... Það er sérstaklega gaman að halda með mínu fótballliði sem eru Víkingar, sko. Já. Það er mjög gaman og búið að vera gaman síðan 2019. Fylkir hefur nú ekki verið gaman í gamla tíðina. Nei. En þeir eru nú í byggar. Erst þú úr Árbænum? Nei, Vesturbænum. Þannig að ég ránaður sér þetta með KVF. Já. Hefur Fylkir einhver tímann... Þegar var aldrei unnið Íslandsmeistaratitilinn. Hafið unnið einhver titil? Ég held ekki. Það gæti gæst núna.
þegar þeir eru undanúrslitum í bikar samt, já. núna, í mjólkubikarnum. Rétt. Ég held með þeim. Já, ég verð að segja Heimi Guðjóns er að þjálfa. Það gæti verið svona ævintýrið sem startar þessu. Það byrjaði þannig að Víking, þeir unnu mjólkubikarinn og svo bara resti history, sko. Þeir náttúrulega voru með, geðveikan þjálfara. En þú pælir mikið í fótbolta og skák og eitthvað svona. En ertu eitthvað svona pæli í umræðunni í þjóðfélaginu? Eins og núna er bara eitthvað ESB og... Nei. Þú ætti ekkert að pæli í svona? Nei, ekkert fylgjast með því maður. Þú mátt kjósa, sant? Nei, þú mátti kjósa í fyrra? Nei, ég mátti kjósa núna. Já, og þú gerði það? Já, ég gerði það. Hvernig var tilfinningin að mæta á kjörstað og bara, ég var að kjósa hérna? Bara alveg sama, sko. Var það alveg skýtsama? Já, eiginlega. Hann er 19 ára benni, sko. Já, ég fylgist alveg með pólitík og ég veit alveg mikið pólitík. Ég læriði alveg pólitík í mennskóla á eitthvað. En ég nenni ekki að ég læriði hvað var það, félagsfræði eitthvað. Já. Ameríska stjórnmál. Stjórnmálafræði. Ég læriði stjórnmálafræði, minna ég. Já. En ég nenni ekki að vera missa svefnir þessu, sko. Nei. En þegar þú varst að kjósa... Er þetta ekki bara allt alveg eins? Er eitthvað munur á einhverju ári? Já, það er það alveg. Ég tek allan ekki sjálfur eftir því. Ég fór að taka eftir þessu fyrst eftir ég fór eignast börn, sko. Þá fór það að skipta mig meira máli. Eitthvað svona leikskólapláss og blí og eitthvað hækkandi skatta. Segja þau ekki bara alltaf það sama allir flokkinir og svo? Það er ekki alveg rétt í það, sko. Jó, breytist þó lítið, sko. En hvað var svona, var ekkert svona sem þú settir oddin eitthvað, þú býr í Árbænum og eitthvað, ég væri til í hérna stækka Árbæðalauna eða það er ómikið að hólum hérna á hjólastígum eða þú veist, var ekkert svona sem þú varst að bæta? Ég heyrði ekkert Árbæðin sem ætlaði að breytast. Það er satt. Það var aldrei neitt sagt Árbæðin. Árbæðin er það... En miðflokkurinn notaði nafnum mitt heldur mikið í hana TikTok-auðlýsingunum sínum. Nú býtu okkur. Já, það voru alltaf eitthvað... Maron segir... Það er Edvald eitthvað. Maron Birnir eða þetta. Já. Það er til að ná til unga fólksins. Já. Endar það að kjósa miðflokkina? Nei, ég vil ekki segja. Nei. Þú þarft ekki að segja það? Nei. Ekki segja það? Ekki segja það. Ég kaus ekki miðflokkin. Nei. Allt til að segja það. En eins og bara ESB, ertu þú núna eitthvað svona hvað ég gera? Út að svæfa okkur, Benni, sko. Já. Nei, mér er svo gaman að hvað unga fólk gera bæli. Sex, drugs and rock'n'roll. Já. Það er pólitíkina. Nei. Nei, ég er bara hvað unga fólk gera bæli. Ég er ekkert að pæla í ESB, en það sem ég hef heyrt þá einhvern veginn allir í kringum mig segja nei. Já, það er svo leys. Ok. Það er Árbærin. Árbærin segir nei. Allir vinir minnir segja nei. Sem eru djúpir í þessum pælingum. Já. Hvar hérna... Já, mjög mikil svona unga sjálfstæðisvinni. Já, íhaldseminn. Svona sem eru í jakkafötum og loðleir og... Ég held að allir hafi átt þannig vinni sem eru ungir XD Já, maður skráður í flokkinn og mjög erfitt að skrá sig úr honum og... Skráða mig flokkinn til að fá frían bjór. Akkurat. Ég er bara nýbúin að skrá mig á flokknum. Það var erfitt, sko. Ég er enn í sjálfstæðisflokknum. Ég fekk eitthvað, takk fyrir stuðningin. Já. Og ég bara eitthvað, hvað stuðning? Þetta er eitthvað síðan í bjórkvöldi í Vestló. Já. Hvar eru, þú veist, þú ert 19 ára, þú mátt ekki fara inn á skemmtistæði eða eitthvað? Nei, en ég fer samt inn á skemmtistæði. Nei, mátt það ekki. Maron. Hvað er hérna? Ég er að spila á skemmtistöðum, sko. Já, og gerði það þegar ég var líka 18 ára og 17 ára. Ég er náttúrulega ekki hér. En hvað er ungt fólk að skemmta sér í dag? Það er Átó. Það er Átó sem er staður... Nínu, já. Þetta er staðir hann á Tjarnargötunni. Nei, á Lækjagötu. Já. Okay. Þetta er Átó. Er fólk þá, eins og þegar við vorum að þessu, þá vorum maður bara heima að drekka til svona 12-1. Já. Svo mætti maður, er þetta þannig ennþá? Já. Þetta er alveg... Hvað er opið lengi? 4-5? 4 á Átó og 5 á öðru stöðum. Það er rosa langt. Já. 5? Maður hefur alveg tekið til 5. Já, maður gerði það sjálfur, sko. Það var alltaf sama lagið spilað manni hérna á B5 þegar maður var þar. Var B5 poppinu ykkur? Já, þegar voru svona kláradjamið, svona 25-6. Cursed á okkar aldri. Cursed? Það veist bara þessi staður, sama hvað opnar hana. Já, mennar í... Gengur aldrei hana. Bankastrætinu. Þú veist... Já. Það var ekki gengið senustu 7 ár, örgulega. Já. Það var sko, þetta var prikið. Er prikið ennþá inn? Prikið er alveg ennþá inn, sko. Það er komið aftur inn núna. En það er búið að loka efri hæðinni, eða ekki? Já, það er búið að loka efri hæðinni, en það er alveg stappa á prikinu oft, sko. Það datt eitthvað út hana rétt eftir COVID, en... Já.
Einmitt. Ég var til að sjá einhver svona skemmtistæði eitthvað svona í útkverunum. Það var einhver svona trilltu staður Það bara í myndi Árbænum. enginn mæta. Já, það var þannig. Djamið Já. í gamla daga, þú veist, bara svona ömmur okkar, nei, ekki Þetta er ömmur bara að tala um okkar, Broadway og svona það staði. er bara klúbburinn og Voru að mæta á Hollywood og Goldfinger og Kópavoginum? aldrei mætt Nei. á Ekki Goldfinger. alveg. Nei, Þú varst að hugsa líka um það. Já, nei, ég er að rifja þetta upp. Þegar við vorum náttúrulega að byrja að dema, þá voru strippstæður út allt já, það var bara 7 strippstæðir bara á laugavinum. bara það er galið Já, það var Las það kom einhver svona einhver klámvæng ekki, á Íslandana Jú, það var strippstæðamenning. kom svona ógeðslega mikið Já, af strippstöðum allt í einu og laugavinum var bara mjög söpulugur Já. á tíðumbili. Þetta var bara eins og bara Manhattan in the 70s. Já, Ljósaskilti og viðbjöður. En við vorum aldrei á þeim, þegar þetta var, þessi búbla var í gangi. Það voru þá ekki vorum nógu gamlir. Nei, voru ekki Við hefum nógu aldrei komist inn sko. Nei. Nei. Við vorum alltaf að falsa sko ökuskírtinni hjá fólki, nei, við breyttum áttunni okkar þegar við fættir 88 já, í 3. Þannig við litum út frá að vera fættir 83 og þannig komist við inn sko. já, Svo tók ég þetta reyndar á næsta level og pantaði mér falsað ökuskírtin á netinu. Já. Það getur bara valið mér, bara tölu og það virkaði allstaðar sko. aha Já, ég gat- Íslenskt svona. það er gert það mjög mikið þú veist, það er alltaf fundið leið til þess að falsa skilur ekki já, og það sem ég vilji þá bara komast krakkar inn eða Já. komast í það sem ég vilja sko. Þarf þú að sína skilríki? Eða með þú bara lappar inn, fremströð segir bara ég er að fara að spila? það fyrir eftir hvað stöðum ég er á sko Já. Þú veist eins og ég held að ef ég fór að laga báski bara þá veit útlenski öryggisvörðurinn ekki hver ég er sko Nei. En er ennþá VIP-ræðir? Ég ætla hann að þegar maður fyrir áta þá fyrir maður ekki til röðar maður bara lappar Ánægur að heyra þetta. En það er röð. Það er röð. Já, Fyrir venjulega fólkið. fyrir vennilega fólki. Já. Og hvað er svona, mér finnst líka áhugavert sko, hvað er svona heitasti maturinn á djaminu? maturinn Já. eftir djam Já, bara svona. ég held að þessi bitavagnin það er bara einhverjar sveittu burger og fröllur sko eða mandi kebab Já, ok. það er til ég dörti kebab eftir djam sko Já, það er ofta ástæðan fyrir að maður fer á djamið sko. Til að borða það. Já, er það ekki? Jú, maður hlakkaði svolítið til. Sko. já, Hvað ætlaði að fá mér klukkan 4 í nótt? Já. Já, en ætlar að fara eitthvað nám eitthvað á næstunni? Ja? já, ekki núna í vetur heldur Taka eitt pásu, taka með 2 ára pásu 2 ára pásu. Ég stiði það. aðeins að sjá hvert þessi tónlist geta tekið mann En ætlar þá að ferðast eitthvað svona, nú ætla ég að verða að já, fara til mér Tælands. langar eiginlega að ferðast mér langar svo mikið að fara til Suður Ameríku Já, ég veit ekki okkur að heilla mig svona mikið já, ég bara stiði það heilsugar sko. Eitthvað sérstætt land, eða? bara, mér langar að fara til Brasilíu, Kólumbíu Argentínu. já, Venezuela. nei, ekki Venezuela. Curaçao. ég fari til Curaçao Ha? já, ég fór í 3 vikur til Curaçao í februar, núna What? Akkurru? besta land sem ég farið til, sko Geðvitt, hvað kom til? Akkurru? kærist mín á vinafólk sem að voru að flytja heim núna og búin að búa þær í 2 ár Já, ok. hún var að vinna konan hana við að hún var svona plastic surgeon í Curaçao Vá, er hérna Bú ekki bara 100 ás mann það? jú, eða 50.000 eða eitthvað Já, ok. 60.000 þetta land er fyrir utan ströndum Venezuela? já, bara rétt hjá Venezuela og Kólumbíu Hvernig flýgur þú til Curaçao? Kanada og svo til Curaçao Bara beint þaðan? já, eða þú getur flúið til Hollands og það til Curaçao Hollands nýlenda og Mitt. Er þetta er geðveikur staður þetta menningasjokk þú kemur á það? nei, Þetta er svolítið vestrænt. þetta er bara allir eru svo slækir hana það rennur ekki blóðið inn einum og afgræslan er ógeðslega hæg út af það að allir eru svo slækir og Geðvitt. það er ekki hægt að borga með Apple Pay eða, Já, bara cash. það er bara Eða kort bara. kort eða cash og það er 30 gráður yfir allt árið hana það fer ekki herra eða læra Er þetta fátækt land? Er það svona upplifun? já, þetta er fátt land En hvaða matur er það? Hvað svona státaði sér af? mjög mikið að bara hana bara svona sjáamat sko Fiskithjóð. já, lionfish og eins og hana Lionfish. gaurin sem að býr hana sem að er jakkamall ég eða þú veist, 2 ára meldin ég hann var bara, hann vinnur við svona scuba diving svona gæt og fór bara í hana bara klukkan 2 fór
að kafa og veiddi lionfish bara með svona skjóta kom bara með hann í matinn og það var í kvöldmatinn Lionfish, ég þarf að googla þetta Lionfish er geðveikur fiskur baneitraður eða ekki? Jú. Hann er svolítið svo margmútur svona í laginu Já mjög fallegur sko ég fór svona að kafa í Ástralíu Great Barrier Reef og þá sá ég Lionfish og ég var svo spenntur vinur minn á hliðina á mér vorum báður að kafa að ég ætlaði að taka út með grímuna og segja honum þannig Lion og fattaði bara leiði ég var að gera það bara þetta er ekki lagi voruð þið varst að kafa? Já, bara, við fórum á 20 metra dýpið eitthvað Þurfti ekki að fara í köðunapróf? Við skiljum þetta ekki, við vorum bara 19-20 bara beint eftir menntaskóla og fórum til Ástralíu að ferðast og við fundum einhvern bát sem var með köfunar dæmi enginn þurfti að gera neitt við bara settum greiðunar á okkur og fórum að kafa What? Það mætti ekki í dag Nei, og ég held að mátti ekki þá sko þetta var bara mjög dúbjús bátur sko. Þannig við vorum bara á 20 metra dýpi bara í gott korter eða eitthvað Já, ok Svo bara upp og gaman sko Já, geðvægt Fórstu að kafa út í Kurosawa? Ekki þannig kafa Við þurfti að taka köðunapróf fyrir að Já, þú fórst bara snorkla bara ekki að snorkla en sjórinn hann er svona alveg tær Minnst ógeðslega áhugaverð Í Karabíska hafinu líka En að þegar þú fórst þangað hélstu þú ekki smá með þeim núna á HM? Já, þeir gátt ekki neitt Töpugur með einasta leik Já, en varst ekki smá svona, mínir menn, Kurosawa? Jú, smá Þetta er náttúrulega að þeir unnu Íslandi að vera minnsta þjóðin sem hefur komist á HM Já Rétt, sko En þetta er náttúrulega hollensk nýlenda Bara hollendingar í þessu liði Þetta er bara gauður sem komist ekki á hollenska landsliði sem að Já, þannig að þetta er svona eru í þessu liði Þannig að mér finnst við ennþá smá eigamyndið Það eru, held ég, bara enginn í þessu liði sem er frá Kurosawa sko. Já, býr það bara í Hollandi og getur skráð sig í þetta lið Já Vá, gaman En það er Kurosawa deildin er það Já, ég hef ekki hugmyndum Örglega Það lítur að vera að spila einhvers konar fótballtegana en er sko eins og í Kurosawa er bara mollana og Já, það er mollana Þetta er ekkit Þetta er ekki svo lenda bara í Vestmannaeyjum Nei, ég spyr bara því ég veit ekki Nei. Ég er mjög áhugasamur sko. Þetta er alveg moll og það er alveg fancy places padelvellir og þetta er náttúrulega hollendingar að fara mikið í fríhanga Það er svona hollenskt tenni eða svona Já, bara ég fór svo tenni sko viku seinna maður, ég bara horfi ekki á tenni eins Nei, ég held að fara fór ekki 10 daga jamfer með vinum mínum sko til tenni? Já, á Vestahóteli Á tenni? Hvað heit það? Ég man ekki hvað það heitir en það var á Jamgötunni hóteli Jamgatan, er það þá hvað er hún? Hún er í amerísku ströndinni ógeðslega staður á jörðinni sko. Já. Ég get alveg kvittað undir það sko. Þetta er náttúrulega, við höfum verið að fara þarna bara þegar við höfum krakka sko. Já. Og það er svona krakkaklúbar á hótelunum og þú veist, sundlaugargarður, þetta er svona þægilegt bara fyrir börn það sko. Er bara flott. En ég fekk samt þegar ég fór senast til henni, já, nú er ég búinn. Þú veist, í 4. sinni eða eitthvað. Já. Maður bókar þetta alltaf þegar maður þekkir þetta er bara svona þægilegt og easy. Nú ætti ég að fara næst bara til Kurosawa. Já, farið þangað. Alvöru staður. Já, heldur að krakkar hefðu gaman að því? Já, þau hafðu ekki gaman að öllu. Jú. Þau þurfa bara að prigg og smá sand og þarf ekki tífúli og dýragar sko. Nei, en já, þannig að suður-ameríski svona áhugin kviknar eftir að ferð til Kurosawa. Kurosawa. Ég misti náttúrulega af því að fara til Suður-Ameríku. Ég átti að fylgja strákunum í suður-ameríska drömnum hérna á stöð 2. Já. En þá fæðist elsta barnið mitt, þannig að ég komst ekki með, þannig að ég átti eftir. Þið er alltaf í sikkur liðinu í ameríska drömnum, ekki? Við vorum í alheimsdrömnum í sikkur liðinu, einungis. Já. Hvað voru það að gera? Voru það að taka upp eða? Já, og svona pródúsera og taka upp, já. Mjög gaman sko. Maður sér heiminn með öðrum augum þegar maður er að vinna við eitthvað. Það fer maður á staði sem maður færi kannski ekki á ef maður væri bara í fríi. Þannig að mér er oft gaman að fara með eitthvað svona mission. Já. Það er pottitt gaman að fara eitthvað til útlanda. Það er ekkert leiðilegt að upplifa þetta. Nei, þetta er minningar í bankan. Ógeðslega gaman sko. Þannig að ég er sammálaður sko. Suður-Ameríka, hún heillar sko. Hún var mjög stór sko. Já, mér langar svo mikið að fara þarna. Þannig að maður þurfti svona að velja eitthvað gott land til að fara til sko. En svo náttúrulega Mið-Ameríka, þau lönd. Hvaða lönd er það? Það er hérna Honduras eða ekki og öll þessi, það er meira vesen þar sko. Já. Löndin sem eru
nær Ameríku. Já. Já, Mexíkó Ameríka Ég langar alveg að fara til Mexíkó líka. Já, það örugglega næs sko. Ég þátt að geðveikur fótboltavöllur hana. Fótboltavellir bara. Já, og sérstaklega þessi sem bara var spilað Sem var að vera að spila á hana. sem í einhver Það var allir samt 3000 overreacta. Það var eins og tala um að það var að spila upp á Mount Everest bara. Já, Allir pundits í Englandi bara eitthvað þeir eru samt að að spila missa á viti sko. Þeir eru samt að spila á Hvannadalshnjúk sko. Þetta það hátt 2000 metrar. Já, ekki Hvannadalshnjúkur eitthvað 1900 eitthvað Jú, eitthvað svoleiðis. ég held það sko. Jú. Og eiga þá leikmenn erfiðara með anda og eitthvað svona. Það voru bara að vera að tala um eins og þeir voru að keppa bara í einhverju. Upp á Everest bara. Já. Þeir eru bara súrefnisgrímur og bara Já, bara get ekki andað hana og... allt í vesinni. Herru, svo annað sem að þið hópurinn gerðuð hérna nýlega. Það er Bíómyndin. bíómynd. Já, Ha, það er huge. já. Þetta er held ég eina íslenska bíómyndin sem er búin að koma út á þessu ári. Já, ekki. Ég held En það. nú, jú, það var einannur. Manni hvað hann heitir. Já. En, já, Já, sem að hann gera Bragi hérna. Já. En við erum að tala um undir ísnum já. Under the Ice. Hvernig var þetta ferli? Þetta var steikt ferli, sko. Við varum náttúrulega bara ekki með neitt budget og það var bara einhvern veginn 4 á setti eða eitthvað og prímadónur hérna á Íslandi geta ekki gert þetta, sko. Nei. Lofa ykkur að æskaskörinu geta ekki verið á þessu setti, sko. Það var ekki svona trailers fyrir Nei. Nei. Það var ekki einu sinni, það var ekki neitt. Nei. En þið voru góðir. Ég hérna fór á myndina með Já, voru ekki bara fínir. Þið voru bara Með við. mjög flottir sko. Og ég hvet fólk til að sjá myndina. Ég tók krakkana með og þau höfðu mjög gaman að þessu. Já, ég fatt að senna að þetta er kannski meira fyrir krakka. Hún ætlaði að höfða það til barnana minna Já. sem eru 9 og 7 ára. Já. Og hérna Er það gaurar? Það er gaur og stelpa. Já, hvað er hann skemmtilega? Kortast stráknum mínum eða stelpunni Já. meira, ég held stráknum sko. Já, Honum finnst þið líka svo cool sko. já, hann þorir ekki að koma í tónhil að hann er svo hrættur við það að sjá ykkur sko. Af því þá veit hann ekki hvað hann á að segja sko. Það er bara frís. En hún var líka bara handriti hélt mjög bara svona, já, bara skemmtileg bíómynd bara gaman að henni sko. fæk rosa mikið heit, sko. Fékk hún? Já, rosalega mikið heit. Frá hverjum þá? En þegar þú segir Bara- rosalega mikið Fólki á okkar aldrei, sko. Jaha. Já, ok, eins og Letterboxd, þá bara hvert einasta review þar og bara ég var bara svona, ég var að lesa þessu review og ég bara, herru, er þessi mynd svona lélega? Horfði hann aftur og hún var ekkert, já, þetta er ekkert besta bíómynd í heimi, skilur Nei, þetta er ekki, þetta er bara ævintýramynd en þú veist, bara með, það er bara gaman að hafa gert bíómynd, skilur og já. já, án þess að ógeðslega gaman borga 100 og eitthvað miljónir fyrir það. En verður lítið líðið þú heyrir svona gaggrinni? Nei. Þið er alveg sama það. Já, mér er alveg sama. Það er gott. Don't Það geti ekki inn á því. listen Búin að to heyra the mikið haters. að gaggrinum, sko. Já, ég held að hérna, maður þurfa að læra það sérstaklega eins og þú ert í Sviðsljósinu og ert að gefa tónlist og bíómynd og svona. En ég held maður tækin alltaf svona smá inn á sig. Já, já. En þá þarf maður bara að minna sig á af hverju maður ræða þessu Fyrst gerist það, nei, maður fyrst tekur inn á sig en svo bara maður let's er go mjög vanur þessu. upp og áfram. Hvar sérðu fyrir þér að þú verðir eftir 10 ár? Hvar er Maron stattur? Ég held að séu 2 valmöguleikar, sko. Það er annarkvort bara verið Matrix á einhverju skrifstofu eða tónlistamæður, sko. Já, Já, þú eru fluttur út. Er Þú ég? Býrðu heima þeirra? Já, ég býð heima á mér. Eða býð hjá kæristinu minni eiginlega. Já. En þú eru búin að kaupa þér íbúð kannski? Já, komur í búð. Í Árbænum? Já, bestarinn. Já. ég segi bara við þig bara don't overthink it sko. Það er Nei. bara einn dag í einu og nú er gaman í tónlistinni og Já. svo gerist eitthvað og let's go Það er sem ég er að... svo gerist eitthvað annað og ekkert planið of mikið. Nei, Bara njóta. Já, bara njóta þess að vera til. Svo varum veist að þetta einhvern veginn stórum gamall og kom með podcast hérna færtur og... Þið lifið nú ekkert leiðilegu lífi. Nei, svo sem ekki. nei, mér finnst Þið vinnið við það sem eitthvað finnst gaman og... algjörlega, Já. en það er kannski að þegar maður er ekkert endilega ofhugsa hlutina sko. Nei, auðvitað koma dagar sem maður er bara eitthvað hvað er ég að gera? já, Þriggjabarnafaðir, ég vinn við að gera podcast þarf maður ekki að fara að gera eitthvað svona svo bara snjóra við það og já, já. Já. lífið heldur áfram og
Ég held að mörgum langi ekkert að vera að vinna á þessu skrifstofan sem við verðum að vinna á sko. Nei, þá er mikilvægt að eiga sér gott hobby sko. Vinir okkar sem eru eins og þú veist að lýsa í Matrixinu í einhverju skrifstofu þeir elska að fara í golf og veiðiferðir og fara til útlanda 2 ári Mér langar bara að vinna við það sem er gaman sko. Alltaf að gera eitthvað skemmtilegt Ég held að það sé góð speki til að taka með sér inn í lífið sko. Og taka með sér bara í daginn því að við ætlum að segja þetta gott Takk Maron Takk hérlega fyrir mig komuna. Gaman að tala við og að vera með þér Já, takk sem leiðis Þú kemur aftur þegar þú ert að gefa út Já, kem ég aftur Og bestur Takk, Þú ert langt bestur, bless